Já, velkomin aftur. Við erum hérna bræðurnir, Sigurður og Magnús og ég, Gunnar Smári. Hérna við tölum ekki mikið svona flokkapólitíkina. Nei, hérna heima. Nei, við gerum það ekki. Samt hún óvenju spennandi, sko. Nú, það er ekki þing og svona. Ha? Það er ekki þing. Hvað segirðu? Það er ekki þing. Já, nei, en samt sko stjórnmálinu gangandi. Já. Sérstaklega kannski hjá ráðherrunum þremur að hérna Kristrúnu, Þorgerði og Daða verið svolítið í fréttum. Já, þannig að það er verið að undirbúa fjárlög og mikil samdrátt sem ég held að verði svolítið högg fyrir fólk að sjá. Þegar ég segi þetta við hérna þá sem ég er að spjalla þá finnst mér svo fólk að við vonum að ríkisstjórnin muni auka tekjur. Þannig að það er tvennt sem við getum gert til þess að auka afgang ríkissjóðs. Það er að skera niður útgjöld eða auka tekjur. Já. Og mér finnst fólk svona horfa til ríkisstjórnar að það er mikil svona ríkisstjórnin nýtur mikil svona væntinga og stundum er það í þannig ástandi að svona hver hugsa bara sitt og vonar að ríkisstjórnin gerir sitt en svo er það bara kannski ólík sjónarmið sem að koma fram. Þannig að það verður svolítið úrslita stund svona einhver leyti þegar fjárlögin birtast. Já, það er náttúrulega sko algjör kaflaskil. Fyrir ríkisstjórn fjalli svo laði sig að komi ný og eðlilega ber fólk vonið til þess að hagur okkar batni og ef það þarf að leggja á aukna skatta einhvers þar, þá verður við bara að gera það. Það var náttúrulega, ríkisstjórnin verður að vilja það og það er viðreisnar maður í fjármálaráðuneytinu og viðreisn er með það bara, maður með það lofvörð fyrir kosningarnar að hækka ekki skatta. Þannig að ég bara hlustaði og það er lofvörð. Já, mér finnst það ólíklegt að þau gerir það. Já. En Daði talar þannig og minnst ráðherrarnir líka að það verið að svara einhvern veginn í Seðlabankanum að til þess að hann lækki vexti og þá þurfa að draga saman skila ríkissjóði með meiri afgangi. Það er hægt að gera það með hærri sköttum en ég held að gera það ekki en þau ætla að skera niður. Og fyrsta lagi þá er ég ekkert viss að þau eigi að svara Seðlabankanum. Það sem hann er með, í þessari peningamálastefnu, hann er með, hann er að kvarta yfir þenslu á vinnumarkaði, samt er ekkert að það sjá neitt svona launaskrið, allavega ekki í tölum Hagstofunnar. Seðlabankinn er ekkert heilagur, sko. Hann er bara hluti af samfélaginu. Ja, hann má ákveða þetta sjálfur. Já, ef að lögin eru þannig, þá kannski bara þarf að breyta þeim. Við verðum að gera eitthvað. Þú heyrðir Kolbrún satt í fyrirhlutanum og hún tók svolítið svona möntru sem að mér finnst hafa verið áberandi hjá stjórnmálamönnum að megi ekki gagnrýna Seðlabankann. Ragnar gerir það eins og sem var hann er fáum sem það er eiginlega hann og flokksfélagi hans Sigurjón Þórðarsson sem hafa gagnrýnt peningamálastefnuna en mér finnst aðrir ekki hafa gert það og ég meina Daði er fjármálaráðherra og Kristrún er forsætisráðherra og þau gera það ekki þannig að þau ætla að bregðast við að því að vextirnir svona háir að þá verður við að skila meiri afgangi af ríkissjóði sem að kannski er það svona hugmynd Ásgeirs og þeirra í Seðlabankanum að það sé gott fyrir samfélagið. Það var eftir að segja að veri gott eða hér væri blússandi þensla eins og var hér, það er ekki svo langt sem það var 5% pluss hagvöxtur en þá var ríkissjóður rekinn með halla sem að er náttúrulega bara tómt glabræði sem er eins og að keyra svona ferju sem að opna stefnið í Ólgusjó með að hafa það opið. Það er eiginlega svona og bjó hér til náttúrulega ýtt undir verðbólgu. Og þetta var lágasta stefnan sem að Ásgeir og Bjarni Benediktsson töldu sig vera komin með til Íslands til framtíðar. Og það og síðan kom náttúrulega COVID og svona ýmislegt sem þetta að gera en ríkissjóður var rekið með halla langt umfram þær aðgerðir allar. Það var undirliggjandi halli vegna þess að það var ekki samkomulag í ríkisstjórninu að hækka skatta og það var ekki heldur samkomulag að skera niður þannig að þá var ríkissjóður bara rekið með halla. Þá var 5
+% hagvöxtur. Núna hann komin yfir í 2%, það var engin í fyrra, það var samdráttur í fyrra. Þannig að af hverju ætti þá ríkissjóður að fara að skera niður opinbera þjónustu til þess að skila meiri afgangi, til þess að friða seðlabanka sem augljóslega hefur enga stjórn á sinni peningastefnu, að eyðileggja húsnæðismarkaðina og búa til stórkostlegt vandamál, þannig að fólk kemst ekki í húsnæði. Þykist alltaf vera að vinna með háum vöxtum á okkur verðbólgu sem ekkert að lækka, sem það engi eins og var nefnt hér að það veri minnsta mál fyrir Seðlabankann að setja takmarkanir á kaup efnafólks á húsnæði sem yfirlega að kaupa húsnæði frá þeim sem á þurfa að halda, munið ekkert að gera það, en hann gera það ekki. Finnst þér ríkisstjórnin ekki hafa staðið sér neitt sérstaklega á þessum tíma sem að liðin Nei, mér finnst það ekki. Hún nýtur mikils meðbyrs og þegar þú hefur mikil meðbyr og að sumu leyti þá held ég hann að upplifa það. Meðan við höfum meðbyr þá verðum við að nota hann. Og þannig leit þetta út að þau ætla að koma inn í til dæmis sumarið og þess vegna önsuðu ekki þessum málþófi. En á endanum þá var eiginlega innegnin bara notuð í því að koma veiðigjöldunum sem var tiltölulega lítil og ómerkileg aðgerð. Já. En við vorum að tala eins og með vend til leigjenda, því var hent. Hugmyndir Ingu Sælands aðgerðir gagnvart öryrkjum, því var hent. Það var strandveiðimönnunum, þeim var hent. Þannig að sömuleyti þá gafst ríkisstjórnin upp þrátt fyrir alla sína innegn. Ef þú myndir horfa á þetta sem svona einhvern leik, þá vann stjórnarandstaðan sumarið, þú veist, töpuðu orðstunni veiðigjöldin, en þau unnu stríðið, ríkisstjórnin náði engu fram og það mun bíta hana eins og núna, eins og við erum að tala húsnæðismálin. Það verið betra fyrir ríkisstjórnin að hafa náð einhverju fram í sumar. Og ég talaði það því að maður heyrði það hjá Ragnari, það var að vonast til þess að hans frumvarp, sem hann bindi vonið við, kæmi inn á haustmánuðum og verði kannski samþykkt fyrir jól og það sama heyrir stundu þegar við varum að tala við svona fólki í kringum stjórnina. Það var allir vonum að þeirra frumvarp fái þessa meðferð. Miðað við sumarið þá það kannski eitt mál sem ríkisstjórnin mun ná í gegn með þessum hætti. Ekki nema hún ætli bara að mæta stjórnarandstöðunni og horfa svo á að við höfum innegnina með þjóðarinnar sem guðslifandi fegin að vera laus við ykkur úr ríkisstjórninni og innegnin byggist meðal annars á væntingum að við náum að breyta samfélaginu og við erum með þetta mál og þetta mál og þetta mál og þetta mál og þetta mál sem við ætlum að breyta. Ég er hræddur að það verði ekki. Ég er hræddur að það sem þegar fjárlögin koma fram að þá mun verða klappað, það verður viðskiptaráð sem klappar, það verður samtök atvinnulífsins sem klappar, það verður Morgunblaðið kannski sem klappar, svona kannski fílusupp. Ég meina, þú sást að þegar viðskiptaráð var að gefa ráðherranum einkunn, gaf Daða til þess mjög góð einkunn. Því hann er náttúrulega að reka bara sömu stefnu og hefur verið rekinn áður. Þannig að þó að sé verið að skipta fólk og allir voru gaman að sjá þessar 3 konur þarna. Ég held að 80% þjóðinni er rosa fegin að Sjálfstæðisflokkurinn sé ekki við völd. Og ég nefndi það í einhverju spjalli sambandi við mælingar á ánægju með forsetann öllu. Og þá var verið að vísa til Guðna sem að sveif mjög hátt. Þá pröfa ég að segja það að Guðni sveif hátt að sumu leyti vegna þess að fólk var svo rosalega fegið að Ólafur Ragnar var hættur, sem að var svona 25% þjóðinni átti mjög erfitt með Ólaf og var aldrei nema helmingurinn sem að kannski studdan. Og þess vegna sveif hann svona hátt og sumu leyti það ástandi sem í ríkisstjórninni. Það svif ríkisstjórnarinnar gjöf frá Sjálfstæðisflokknum. En hún að nota það? Finnst þið það? Finnst þú að vera að nota það í gasa? Finnst þið að nota í húsnæðismálum? Ég er alveg samanlega þér. Þó að við séum lítil rödd þá hefur alveg þarna heyrast. Það finnst mér mætti vera kröftugra. Þær eru að vinna í því, ég held að við verðum að segja það. Þær eru að vinna í einhverjum hópum þessara utanríkisráðherra og þessara hinna. Skili svo af ykkur, ekki að þessu vissinni. Það er bara þannig, bara ákveðin. Við höfum unnið þannig umhverju okkar starfsæfi. Við getur ekki gimt málin, við bara vinna áfram. En svo held ég að
sko, ríkisstjórnin nýtur þess mjög hvað stjórnarandstaðan er slæm. Já. Það engin afgerandi þar. Sigmundur Davíð svona afgerandi þegar hann talar, hann bara ekki alltaf lítið að því og Hann virðist ekki vera að skora samkvæmt könnunum til dæmis. Hann virðist ekki vera að skora samkvæmt könnunum. Nei. Og svo náttúrulega Framsóknin svo hún útleggin, þetta bara alveg ævintýralegt að skulle ekki vera búið að boða til landsfundar hjá þeim, flokksþings eins og þetta held ég. Og sjálfstæðisflokkurinn, þau formann og varaformann ætla bara ekki að ná þessu. Nei, ég veit ekki með Framsókn, það ekki Framsókn bara, stundum það sagt svona hef ég eitthvað samtal inn í hópinn. Þú veist, ef þú myndir bara mæta núna á landsfund og þá því, heldur að Sigurður myndi bjóða þessu fram? Sko, við höfum spurt að þessu hér og í vor þá var tengdadóttir hans hérna, sem ég vissi ekki að veri tengdadóttir hans, að hún sagði hann væri búin að fara allt og tala við Framsóknarmenn hér og þar og þetta liti alltaf gætla út, sko. Það segja allir sem í vanda. Ég var að tala um grasrótina. Guðrún Hafstein segir þetta líka, ég held að Svandi segir þetta. Það segja allir sem í vanda segja að þeir sé alltaf að tala um grasrótina. Já, en það segur ekki skilast sér ennþá, sjáðu. Nei. Það bara þannig. Nei, en segjum að væri landsfundur eða flokksþing eða hvað þið kallaði það í Framsókn. Heldur að Sigurður Ingi myndi bjóða svona? Já. Og ég heldur að hvað myndi bjóða þessi fram á mótunum? Lilja. Og fleiri? Þá möguleiki á að Sigurður vinni. Já, ef það verður fleiri en tveir, fleiri en eitt sem býður sér fram á mótunum. Já. Nei, Hallar Hund, ég veit ekki, kannski hún ofmikil utanakomandi til þess að verða, en hún náttúrulega miklu svona ferskari andi heldur en Lilja. Ingibjörg Ísaksen búin að vera þingflokksformaður frá því hún settist á þing og þar leið hún svona. Það bara stöðuvald, þú getur sagt að, hún búin að vera þingflokksformaður, en hún hefur ekkert sýnt að hún hafi eitthvað svona mikinn kjörþokka eða geti snúi við dræmu gengi flokksins. Ég held að af þessu sem ég búin að telja upp, þá það Hallar Hund sem hefur mesta möguleikana. En það má vel vera að hún sé svo mikinn utan að koma til manneskja, það sé svo mikil breyting. Og síðast að Framsóknarflokkur reyndi það var þegar þeir sóttu Sigmund Davíð. Já, hann var ekki eins og í flokknum. Nei. Eins og Hallar Hund var ekki í flokknum, bara korteri fyrir kosningar. Nei. Og reyndi, ef við myndum spyrja þig sem Framsóknarmann, ef þú verður Framsóknarmaður, reyndist það okkur vel, Framsóknarmönnum, að vera að draga Sigmund Davíð, nei, að klauf flokkinn á endanum. Já, það náttúrulega vintrismáli sem fór með hann, sko. Annars væri hann kannski bara ennþá formaður Framsóknarflokksins. Þannig að þegar hann varð að segja að hvíla sig á þingmennsku, taka sér frí í langa tíma í því máli og þá myndaðist innan þingflokksins, og þetta veit ég, svona andstaða við hann sem hafði ekki verið áður. Sömum þar fannst erfitt að kíkja þessu vintrismáli. Já. En að einhver leyti gæti það verið þannig að þá þetta þessi stóri þingflokkur kom í kosningu 2013. Og þá það hann sem vann kosningasigurinn, eða EFTA-dómstóllinn sem var kveðin upp, ég held að það verið 5 vikur fyrir kosningar, sem var túlkaðu svona í almennu umræðu að Sigmundur Davíð eftir rétt fyrir sér. Og hann fór og fekk jaft mikið fylgi á Sjálfstæðisflokkurinn, jaft marga þingmenn, og náði að verða forsætisráðherra. Í slíku ástandi þá fylgja allir foringjanum. Þá bara hann aflar, þetta eins og fræg setning á Jóni Baldvin þegar skipstjórinn aflar. En það var ekki að eilífu og það myndi þess ekki vara að eilífu inn í samfélkingunni. Kristrún mun lenda í vanda á endanum, þannig að þetta verður ekki bara happy-go-lucky endalaust. Og vintris var breytingi sem var hjá Sigmundi. Það hefði getað verið hvað sem ég meina fylgi í skoðanakönnunum og hvert Framsóknarflokkur var að stefna var ekki gott. Hann forsætisráðherra tíð hans jók ekki fylgi við flokkin eða traust á honum, bara alls ekki. Þannig á endan þá hefði kannski þessi skil orðið og þá verður allt öðruvísi ef foringinn ekki að skila okkur eins og þess Kristrún hefur alræðisvaldinn í samfélkingunni núna. En ef það væri verri gangur og annað slíkt, þá hefðu það ekkert. Og þá verða til flokkadrættir inn í þingflokknum og
og eitthvað svoleiðis. Og þá það spurningin, var kannski það að Sigmundur kemur svona utanaðkomandi og ætlar að breyta raunverulega alveg karakter Framsóknarflokksins og reynir það, eins og sést á miðflokknum, að miðflokkurinn er ekki svona hefðbundin Framsóknarflokkur. Nei, bara langt í frá, miklu meira til hægri, miklu meiri sko svona atvinnurekandaflokkur og bara allt annað dýr heldur en Framsóknarflokkurinn. Var það láða inni í sögu Framsóknarflokksins að þessi átök myndu verða, þessi slit, vegna þess að hann var sóttur út? Sko, Sigmundur Davíð, hann kosinn á þessu fræga flokksþingi, vilja bara ganga inn í Evrópu. Já, 2 árum síðar, alveg þvert onni það. Þannig að hann kosinn og hann snýr flokknum alveg hart í stjórn og siglir bara hináttina. Vegna þess að hann árangri? Já, því að hann hafði svo sterkar stöðu sem formaður. Já. Þá skiptir eiginlega engu máli hvað þú segir, bara ef þú skilar árangri, ef þú skilar atkvæðum. Það fylgja allir. Men það bara, svona stjórnmáli. Stjórnmáli geta verið eiginlega alheimsk. Það svona, ég hef stundum verið að segja hérna, náttúrulega kannski ég nota það, svona vinsælu krakkaklíkur, þar sem að, þú veist, hópurinn bara fer einhvern veginn og hérna hangir svolítið á því að fá að vera við hérna vinsælu krakkaborðið einhvern veginn og þess vegna verða allir að vera svo mikið sammála til þess að vera þar, þú mátt eiginlega ekki andmæla neinu og þá ertu komin einhvern veginn utanveltu. Verður eins og Pétur Blöndal í Sjálfstæðisflokknum, bara eitthvað svona skringilegt. Þú veist, þeir sem að ekki beygja sig undir það, sem talar um svona mann sem var aldrei í vinsælu krakkaklíkunni. Þannig svona eru stjórnmálin oft. Það bara eins og Samfylkingin bara á einhverju svakalegri ferð eitthvað, menn það veit eiginlega engin almennilega sko hvert þau eru að fara eða hvernig þau eru að nýta hennar meðbyr eða þú veist að Kristrún hætti að tala eitthvað ræturnar og eitthvað svona eins og hún talaði svolítið þegar hún var að sækja vinnuna. Þannig að nú talar hún bara eins og stundum finnst mér hún bara að tala eins og Katrín Jakobsdóttir. Á morgun skulum við senda beiðni til forsætisráðuneytisins að Kristrún kom hingað eftir viku. Já, við skulum og ég held að segja líka því að nú þingið að byrja og það byrjar í næsta mánuði, snemmi í næsta mánuði. Þannig að kannski komin tíminn til þess að senda á bara alla formennina og taka svona stöðuna. Það er gaman að fá Sigurð Inga og Guðrún Hafsteins og Sigmund Davíð. Við höfum nú oft sendt á Sigmund Davíð, hann aldrei svarað. Nei. Hann einn af þeim sem að hann svaraði mér alltaf þegar ég var á annan þátt á öðrum stað. Já, á Bylgjunni. Hann kannski lítur á það sem meira sinn heimavöld svona. Bylgjan nú svona sérstaklega bítið finnst mér vera alltaf svolítið hægra megin í lífinu. Já. Ég mótmæli því að Bylgjastættur vera það. Það er náttúrulega meira, Bylgjan heyrist víðar heldur en litla stöðin okkar, þótt að hún heyrist mjög víða. Það er ótrúlega margir sem eru að hlusta hér. Á okkur? Já, við verðum við það bara hvað sem við komum. Já, en svo aðrir flokkar annað, það er Þorgerður Katrín sem stendur í stórræðum í utanríkismálum. Það verður gaman að heyra í henni og Inga Sæland kom nú fyrir tiltölulega stuttu síðan. Og var í stuði. Var í ótrúlegu stuði hérna. Það var mjög gaman að fá hana. Það var eitthvað skemmtilegsta viðtal sem við tekið í langa tíma. Já, og hún var bjartsýn og við ættum kannski að spila það fyrir. Bíðið bara. Já. Það væri eiginlega tilefni til þess að spila brot úr þegar í viðtali og fá hana aftur. Því að hún var að segja okkur í haust verður allt saman eiginlega komið langleiðina en hennar mál voru samin niður. Strandveiðarnar, húsnæðismálin. Það var ekki sami. Það var bara rifið í handbremsuna og út með þetta. Þingið umræðunar var stoppaðar. Þá var ekki friður til að fara að vinna í einhverjum öðrum málum. Sko. Það var ekkert samkomulag. Já, en mér finnst að Viðreisn fékk þó veiðigjöldin sem að þeir voru reyndar og fékk svona fjármála áætlunina og fékk sín mál. Eitthvað sem varð að vera reyndar. Samfylkingin með voða að fá mál. Það er eitt sem að orkumálaráðherrann sem víst umhverfisráðherra líka. Hann náði ekki einu fram þarna sem átti að vera svona ekki hálfskref, bara smá skref í áttina af einhverju svona tryggja almenningi orkuöryggi eftir þessa markasvæðingu sem að hann stendur svolítið mikið fyrir, að bara markasvæða orkukerfið, en það var frumvarp sem hann var til þess að draga aðeins úr því. Ég man ekki hvað allir logi sig ekki með námslánin.
Ég veit ekki. Það fór ekki í gegn. Ég var spurður daginn í hvað ráðuneytið Logi hann ráðir. Hvað er hann? Hann var að lýsa yfir að hann ætlaði að byggja við Þjóðleikhúsið. Sem ekki alveg kannski rétt orðalag því það var að byggja hann í gatinu sem er við hliðina á kassanum. Það er svona gat í húsaröðinni frá stjórnarráðinu og að íþróttahúsi Jón Þorsteinssonar. Jón Þorsteinssonar. Það er á að byggja. Það er Pavel, mér finnst hann góður daginn. Hann er Pavel er svolítið sérstakur á Facebook. Hann er náttúrulega sérstakur karakter hann Pavel, hann er svolítið skemmtilegur. Það tók mynd af sér fyrir utan bílastæðahús á horninu á Vesturgötu og Garðastræti. Hann var reyndar inn í Grjótaþorpinu og var að segja að svona myndi ekki vera gert í dag að fórna fermetrum ofanjarðar fyrir bíla og tók svo dæmi af húsinu sem voru mótið Þjóðleikhúsinu sem ég bý þarna í nágrinu og ég horfi alltaf á það og segja að það hlýtur einn daginn, þetta hlýtur að vera rifið eða bara breytt í eitthvað skemmtilegra heldur en það í þessu húsi á frábæru stað Hverfisgötuna, Skáhalda mótið Þjóðleikhúsinu og fallegum garði sem er þarna á móti að þetta skulle vera bílastæðahús. Þarna hefði verið að koma fyrir 2 sölum fyrir Þjóðleikhúsið í staðin fyrir að sljóta þarna inn í gatið. En Logi fikk ekki, ég held að námslánin séu í honum. Jón Páll fekk ekki orkuna. En þetta er náttúrulega, við fórum svolítið yfir þetta í þinglok. Þetta var náttúrulega ótrúlegu listi af málum sem voru bara komin langt í gegnum nefndir og áttu bara eftir að afgreiða sem var bara sópa saman og hent. Og ef að ríkisstjórnin ætlar að halda ykkur dampi að þá verður að vera með mjög herskátt plan hvernig það ætla að afgreiða mál á haustingi. Já, mjög svo. En það verður gaman að við skulum senda á alla forminina og aðtók hvort að við getum tekið eina sirpu. Já, það er gaman að tala bæði pólitíkin almennt við formin í stjórnmálaflokkum. En líka svolítið innri mál flokkana eins og í Sjálfstæðisflokknum að það geti ekki verið almenni flokksmenn sem ánægði með stöðu flokksins eins og að mælist í könnunum. Það getur ekki verið. 80%. Hefði ég sagt þetta við þið fyrir bara 4 árum eða eitthvað. Það er ekki svo langt síðan að Sjálfstæðisflokkurinn meldist í fyrsta skipti undir 20. Undir 20? Já, það er ekki svo langt síðan. Nei. Það er ekki bara núna. En núna bara kennst hann ekki yfir 20, sko. Og einhver leiti getið orðið þannig að þegar hann fer niður fyrir 15, hann gerði það reyndar í aðdraganda kosningana. Manstu að það var eiginlega ótrúlegt að sjá það hversu langt Sjálfstæðisflokkurinn virtist fara niður. Ég fór hann ekki alveg niður í 12% í svona október. Það hefur verið eitthvað skrítið. Já, það var bara, þá var miðflokkurinn á flugi og svo kom í ljós svona, þegar kannski voru 3 vikur til kosninga, að Sigmundur Davíð hann getur ekki haldið einhverju 80% fylgja bara. Nei, þegar voru ég þetta nautahakið. Hann tapaði svolítið á því. Hann er skrítinn í hegðun en hann líka svona hans bara pólitík og hvernig hann er. Hann er Eiríkur Bergmann notar oft svona áskorenda flokkar. Hann er svo mikill áskorandi að ég held að þegar það fer að líða kosningum þá hugsa menn bara fínt að hafa hann í stjórnarandstöðu eða eitthvað svoleiðis. En hann getur ekki verið eitthvað sem að leiðir hér. Sigmundur Davíð mun ekki mynda ríkisstjórn aftur. Nei. Heldur það? Nei, ég held ekki. Nei. Og maður finnur það alveg að hvað hann nýtur lítils traust hjá öðru fólki á þinginu. Já. Og svo er hann skrópagemlingur. Hann mætir í leifinuna. Já. Ekki gott. Ég veit. Já, við skulum segja þetta gott. Takk fyrir spjallið og við þakkum gestunum sem hafa hingað komið. Við þakka Pétri Fjellsti fyrir að taka upp og senda út. En mest þakka ég ykkur sem hafi verið að hlusta eða horfa og breytt þessu samtali okkar í fjölmiðlum. Minni á eins og ég ger ofta þegar við byggt upp dreifikerfið bara með að segja vinum á vandamönnum fá efni sem er hér og ykkur líkar. Það verður mjög gaman að þau myndu dreifa efnin okkar á Facebook og öðrum samfélagsmiðlum svo að fleiri getur séð. Þá finnir fólk okkur á Facebook og YouTube og í öllum hlaðarsveitum, bæði undir nafni Samstöðunar og einstakra þátta. Sínir Egils eru með sér rás en þeir þætti fara líka hjá þeim sem hafa merkt við Samstöðuna. Við erum í útvarpinu 89,1 á Stórhöfuðborgarsvæðinu.
Það má sækja þær útastendingar líka á spilaran. Spilari.is á netinu, svo spilar líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á Samstöðin og allar íslenskar útastöðar hvað sem í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síman, það eru númer 5 á fjarstýringunni. Við erum á leiðinni í kabelkerfið á Suðurnesjum. Við segjum ykkur frá því þegar það gerist og kannski munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptarnir líka upp á efni frá Samstöðinni sem 24 tíma sólhring, 7 daga vikunar, allan á þessu hring, samfélagsumræða í þessu þætti, í rauðaborðið og öðrum þáttum Samstöðunar. Það sem drífur Samstöðun áfram sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gerst áskrifundur. Það fólk sem að leggur okkur lið. Grunn áskriftin 2750 krónur sem mér sagt að sé hlægilega lágt verð með það efni sem við búum hérna til. Fólk má borga meira eða vill og þeir sem kjósið getur láta áskriftin að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagi og það Alþýðufélagi sem á og rekur Samstöðuna. Ef þú vilt slást í þennan hóp velunarnara og bakkjarla Samstöðunar, þá getur við farið inn á samstöðun.is, það hneppustur sem ástendur áskrift og framhaldi á að liggja í augum uppi. Við verðum hérna næst með fréttir, við erum að gera tilraunir með að hafa frétta útsendingar á mánudags til 50-dagskvöldum, byrjum alltaf klokkan 8, þannig að við hittust á klokkan 8 morgun með frétti Samstöðunar, en ég segi bara njótið þess sem eftir af helginni. Takk fyrir mig.